skrifa svo hvað langt í að gera það bara eftir. Gott fólk, verið velkomin í þessa tilraunar útsendingu Gran Turismo Iceland. Daniel ég, með mig situr hann Brynjólfur blessaður. Heil og sæl, verið velkomin að skjánum. Og með okkur á Discord hann Ingi Þór í fyrsta skiptið í sögu GTS Iceland, þar sem við erum 3 í sömu útsendingu. Þú blessaður Ingi. Góða kvöldið. Söguleg stund hér á ferð. Alveg klárlega. Þetta verður eitthvað skemmtilegt. Það mjög spennandi tímabil náttúrulega framöndan og við viljum hafa þetta upp á 10. Það gott að byrja á einu smá æfingarreysi. Heldur betur. Það væri alveg æðislegt ef fólkið í spjallinu gæti látið okkur vita ef að hljóðið eitthvað off, eða það hátt og lágt, það heyrist mikið í okkur eða Inga eða lítið. Látið okkur vita út í að eins og þá virðist allt vera í fínu lagi hjá okkur enda. Það bara það sem betur að fara, við hlustum á allar ábendingar. Já. Og það verður aðeins öðruvísi móti núna í kvöld, það verður ekkert formlegt poli, engin tímataka. Við munum bara keyra núna nokkra hringi og svo hefjum við bara keppni eftir æfingatímanum, fremstur fyrstur. Já. Það verður skemmtileg breyting núna í vetur og það verður æft núna líka æfing fyrir keppendur og það er gridstart með fólks refsingu fyrir sleppa bremsun og snemma. Þetta ættir að gefa okkur nýja víti í vetur. Já, og svo bara... Já, maður þarf að passa sig að þjóðstart ekki. Já. Það getur verið dýrkeypt á gridstarti, þú getur mist töluvert marga fram og þér ef þú klikkar í startinu. Og svo líka sko, ef þú þjóðstartar þá fær sá sem fyrir fram að enga viðvörun það að þú ert ekkert að fara af stað strax. Leikurinn stoppar þig frá því að leggja af stað strax, þannig að það getur ekki bara hverst aftan á þig og þá eru báðir kannski konum skemmt á bílinn og strax í byrjun. Já, ég lendi mitt í því æfingakeppninni á Nürburgring, þá var tók ég þjóðstartið á þetta og var að ghosta og tíminn að tella niður og hann Robert, hann ætlaði bara að fara í gegnum mig en ég afghostaðist á sama tíma og fekk hann beint í bossan. Já. og það byrjaði ekki vel hjá okkur báðum. Þannig að það er betra að hafa allan varan á og það er alls ekki hægt að treysta því að keyra í gegnum bíla sem eru ghostaðir, þannig að ég ráðlegg mönnum að reyna bara að fara framhjá frekar því að maður veit aldrei hvenær draugurinn hverfur og snerting getur orðið. Ingi, ég er með beðnið til þín. Gæti þú til að skrifa nú til keppenda að við hefjum bara leik 10 mínútur í 7. Menn hafa þá 12 mínútur því að ég sá að það voru nokkur hann inn í pit. Reynum að þetta svona nokkur neglið aðeins niður og að menn hafa þá núna 12 mínútur til að setja góðan hring og hefjum þetta bara formulega 10 mínútur í. Hljómar það ekki bara vel? Það hljómar rosalega vel. Það hljómar bara dundur og æði. Eins og það er nú gaman að horfa á þess að menn keyra hring eftir hring þá er nú takmark fyrir öllu. Þetta verður líka að fá forsmekina nýju liveríum. Já, heldur betur. Það er allir að leggja lokahönd á lúkið og bílavalið. Þó eru sumir að þá vissir, veit ég. Jú. Þannig að það kannski kom einhver svör í kvöld hjá þeim keppendum sem ekki alveg búin að ákveða sig. Hérna kemur Jón Ægir. Hann er Audi. Allavega núna, menn geta ennþá skipta skoðun eins og varst að nefna og það verður formlegt að sjá. Já, og þessi keppni er náttúrulega bara svona tilraunakeppni og hér eru engar reglur. Það er ekkert sem segir að þú þurfur að vera á bílnum í kvöld sem þú ætlar að vera á í deildinni, sko. Nei, en menn hafa viku núna, það er vika í fyrstu keppnina, þannig að... Já, og það er einmitt það sama hér að það er ekkert bara úrvalsdeildar eða fyrstu deildar ökumenn hér, það er bara að blanda af öllum sem vildu taka þátt og á meðan pláss leyfir. Það væntanlega eru menn samt að hringja hringinn, þetta er væntanlega bíllinn sem menn ætla að vera á eða hugsanlega síðasta test á einhverjum öðrum grip. Já, það getur verið. Akkurat. Trú ekki að menn séu að geima þetta of lengi.
sjá Ég FRX. veit að Jónægir ætlar að vera á MR-bíl, þar að segja bíl sem með vélina fyrir aftan ökumannin. Já. Og hann Audi sem Spurning hvort hann sé búinn að ákveða Audi-inni eða hvort hann taki eitthvað annað. Robert Þór, hann líka sömuleiðis, ætlar að vera á MR-bíl. Veit engine. Já. Ég veit það fyrir Hann víst. búinn að vera nokkuð ofta á Porschunum, þannig að ég er farin að hafa trú að því að það sé valið hans. Já, ég tek undir það. Þetta er MS mjólkursamsalan á ferðinni að fá á sig auka kíló. Já, og hérna fáum við mitt strax Já. gott sýnishorn af nýjung í Gran Turismo 7 sem við sáum ekki í seinasta leik. Það er að það eru penalty zones núna, þannig að þegar þú fær penalty eins og Gunnar er komið með hérna, þá er hann bara með þessa hálfa sekundi í penalty þangað til að hann kemur af penalty zoninu og þá er hann neyddur til þess að hægja á sér. Þá er bara að kemur hlið. Já. Þetta er allt annað þetta var í fyrra, þannig að menn gáttu keyrt af sér, eða slá af. Það voru sumir menn sem voru gerðin að safna einmitt refsingum, sem fyrripart keppninnar, voru svolítið grófir og keyrðu af sér refsingarna raunverulega, hvað við segja, bara með því að... Já, það voru bara sumar beygir þar sem að þú gast hægt á þér og bara við það að hægja á þér fyrir beygjuna þá saksaðist af refsingunni, þannig að þú gast kannski bara eftir 2-3 hringi verið búið með alla refsinguna án þess að hafa nokkuð tíma þurft að hægja á þér raunverulega. Hérna myndir Íslandsmeistari sjálfur kominn. Hann er á nýjum bíl, hann er á Jaguar sýnist mér og er í liði með hann og Gunnari Agnarssyni, Scramble Duck eins og kalla sig, og Hansó, þeir verða mjög sterkir til ég að Júrastildinni núna í vetur. Já. Þetta er fallegt livery. Þetta er svolítið aðeinsvert að sko Hannes er það verið kallað dekkjakvíslarinn, Gunni dekkjaslátrarinn. Þú voru þeir komið saman í lið. Það vildi sé hvernig á að fara með dekkjum, hvernig á alls ekki að fara með dekkjum. Spurning hvort að Hannes geti gefa honum einhver góð ráð. Já, athyglisvert að sjá líka að Hannes, hann er að keyra með spólvörnin á. Það er spurning hvort að spólvörnin sé komin í lag núna eftir þetta nýjasta update, en það var þannig að ef þú varst með spólvörn þá bara fóðnaði bíllinn niður nánast á beinukafla líka. Þannig að það var alveg smá advantage fyrir þá sem að voru vanir því að keyra án spólvörnar þegar þessi leikur kom út. Hérna erum við að horfa á hann Davíð, hann endaði nú í 3. sæti í fyrra á Elko livery á Toyota, mér skallast ekki. Jú, Toyota Supra. Þetta verður sturlaða bíl. Já, hann er rosalega hraður. Flott livery líka. Sumur myndi kalla þetta BMW. Já, þetta er BMW, sko. Þetta er BMW með Toyota-merki. Já. Þetta er, já, nákvæmlega, þetta er BMW í Toyota-búning. Já. Við sjáum líka bara strax á þessu með þeirra relna í gegnum keppenduna hvað verður talsvert meiri fjölbreytni í bílum. Það var búið að þróa svolítið svona þetta túning sem var litt í fyrra sem er búið að taka af núna náttúrulega. Það gerði að verkum það var auðveldara að, hvað við segja, stilla suma bíla, ná svona smá forskoti á marga aðra sem þrengdi hringi mjög mikið í bílavari. Nákvæmlega. Við fáum mikla fjölbreytni vonandi í vetur. Mér minnir að það er nú einhver Mustang verið kynntur til leiks í dag. Já. Í fyrstu deildinni reyndar, en þetta bara sýnir það að þetta verður mjög fjölbreytt og skemmtilegt held ég að sjá alla þessa bíla í brautinni. Við erum að horfa á AMG. Þetta er hann Jökull, hann er nú hraðast, hann er með halva sekundu hraðastar ynga, hann stefnir í að byrja þá keppnina á eftir. Ekkert breytist, það er ennþá 4 mínútur eftir í að setja sér besta ring. Já, líka áhugavert að sjá topp 3 tímar eins og staðan er núna. Þetta er allt nýlegar í úrvalsdeildinni. Já. Og 2 sem koma úr fyrstu deild og Jökull sem er efstur, hann kemur beint úr hérna 3. deildinni eða það sem er kallað opna deild í dag. Það er mikið efni og það er mjög fróðlegt að fylgjast með honum núna í vetur. Já, mjög efnilegur ökumaður þar á ferð og líka Ívar og Gunni Ega. Þetta er allt Þetta verða spennandi sterkir ökumenn fyrir þetta sísón. Spennandi keppnir og alveg þvílíkt jafnir ökumenn allan ef eitthvað er að marka tímatökuna í öllum deildum, sko. Þegar við sjáum hérna Íslandsmeistarinn með 7. besta hring, 3. sæti frá því fyrra, 7. besta hring. Þannig að þetta er heldur betur að hrista upp í keppninni, svo leit út í alla
fyrra vetur. Þetta verður mjög spennandi að sjá fyrstu keppnina eftir viku. Já, þetta verður rosalegt sísón. Ég held að þetta verði alveg eitt mest spennandi sísón sem að Gran Turismo Iceland hefur séð, eða Gran Turismo samfélagið hefur séð. Já, mig grunar það, svona eins og tímatökunar röðuð upp í deildinar og líka bara, þú veist, við erum með BOP núna í ár, það er ekki tuning, þannig að það er svona jafnar bili kannski pínu líka. Já. Og plus nýr leikur og nýtt physics, þannig að það er pínu öðruvís að keyra. Þannig að þetta er allt annað pakki heldur en í fyrra raun og veru, þótt að við séum að horfa á svipaða útsendingu, þá er allt annað leikur í gangi hérna, sko. Ég veit ekki með því Ingi, þannig að sko, ég hlakka jafn mikið til að sjá mánudagskeppnina bara jafn mikið og að keppa svo sjálfur á þriðjudaginn. Já. Nákvæmlega. Það er einhver minni spenningur fyrir þessum 5 keppnum, sko. Ekki spurning. Þetta verður eintóm veisla í alla vetur og mikið tilökun að sjá hvernig spilast úr þessu. Það sem verður bæði í öðrum deildum og svo í þeirrum deildum sem maður verður að keppa sjálfur. Já, og það er það sem verður líka nýjung náttúrulega á þessu tímabili er að núna er fyrsta deild og úrvalsdeildina með nánast sömu stillingar á keppnum. Það eru jafn langar keppnir og sama dekkjaslit og eins bílar og allt það, þannig að það verður alveg sambærilegt að sjá árangurinn hjá ökumönnum í fyrstu deild og í úrvalsdeild. Ég held að eini munurinn verði, það sé heavy damage og light damage. Já, það er heavy damage í úrvalsdeildinni, það er að segja ef þú klessir bílinn þá þarfst að fara í pit til að laga hann. En light damage á fyrstu deild, þannig að ef þú klessir bílinn þá bara lagast hann sjálfkrafa eftir smá akstur. Já, þannig að það er kostnaðarsamt að gera mistök í úrvalsdeildinni en menn sleppa aðeins betur með það í fyrstu deildinni en enga síður menn þarf að passa sig. Það er líka að fylgjast með ræsingunni. Vá! Þessi vinir úr öllum aksturskeppnum að fyrsta beygjan allir að reyna að tróða sér. Það verður eitthvað, held ég. Og svo er náttúrulega ein nýjung líka önnur sem er við þennan leik er að núna erum við með breytanlegt veður og það er random veður. Það er að segja að það gæti komið rigning, það gæti ekki komið rigning, við vitum það ekki. Það bara kemur í ljós í keppninni. Norðaustan strekkingur gengur á með éljum, hver veit? Já, og það er einmitt eins og þið sjáu hérna ef þið horfið á hægra efra horni þá sjáu þið 4,4 metrar á sekundu til vestur, sem sagt að austan. Þannig er vindhraði núna á þessari braut og þetta getur haft áhrif líka. Algjörlega. Þú getur kannski verið með mótvind á beinakaflanum og þá kannski eftir að ná miklu lakari hraða heldur þú vanur að gera það. Þetta sjáum við Davíð, en það er held ég þessi nú bara næst síðasti hringur fyrir menn að setja tíma. Það er ekki setja vænt að sjá hvort að Davíð lyfti sig ekki upp. Hann er nú sem stendur í 7. sæti og er núna að koma yfir. Þetta er að koma þessi síðustu beygjuna. Það er ekki að spurning hvort þú hendir í eina tilkynningu 1 mínúta í race fyrir okkur. Þannig fer hann í síðasta, hann er að fara, þetta var átlapján, hann farið síðasta hringi sinn. Sigurður Hreggviðsson spyr hérna í spjallinu hvort að það var ekki heavy damage í Tier 1 síðast og jú, það er alveg þannig, sko. Það er alveg rétt, það var heavy damage í Tier 1 keppninum. Þetta fór hringurinn á Davíðs. En hérna... Þú sjá hvað það er að gera, hver er á brautinni. Þrátt fyrir að það var heavy damage í Tier 1 í fyrra, þá var alveg töluvert meira af breytingum á milli Tier 1 og Tier 2. Það voru styttri keppnir, það voru aðrir bílar, það voru önnur dekk og annað dekkjaslit, önnur bensíneyðsla. Það var alveg þvílíkur munur þarna á Tier 1 og Tier 2. En núna er það einungis munurinn á heavy og light damage. Allt annað er alveg eins. Já, þetta er líka kannski bara eðlileg þróun. Það er náttúrulega eru komin miklu fleiri inn í sportið og standardinn er stöðugt að hækka, þannig að
Það gera líka verkum þegar menn vinna sig upp Engin ástæða til þess að gefa mönnum frípassa. Einmitt, og þegar menn vinna sig upp úr deild, úr fyrstdeildinni upp í úrvalsdeild, þá er hún ekki breytingin of mikil. Nei, menn getur svona fallið inn og verið keppnishæfir. Það er einmitt máli, sko. Þá erum við líka að fara að sjá hvort að menn í fyrstu deild eiga bara greiðan aðgang í úrvalsdeild. Hvort þeir séu efni í það, sko. Nú er spurningum strákar að hún er ekki alveg, nú er hún, segir mín klukka 8:50. Já, Ingi, varstu búinn að senda skilaboðin hann inn á? Já, það er komið fyrir rúmri mínútu síðan, 1 mínúta í reis, þannig að það er allir að vera... Hann er átlapp, þannig að hann er eiginlega ekkert að fá að klára því að það er þó ennþá... Ég held að hann hafi aðalega verið að skipta dekk bara til að starta á réttum dekkjum, sko. Það skiptir engu máli, sko. Það geymið samt ringurinn hans, þannig að við getum bara að starta þessu núna. Hann þarf að byrja hörd, já. Þá ættum við bara að fara í það. Þá förum við í það. Nei. Það var ekki hendur. Það var sjá. Það var ekki hérna. Ég ætla að sjá hvort að, út í að náttúrulega núna höfum við ekkert lýst hérna í Gran Turismo 7 áður. Nei, það er bara ekki hægt að starta reysinu í gegn frá replayinu eins og það var hægt. Þannig að þá væntanlega þarf ég að... Lengst í vinstri, konkurinn, getur ekki startað það? Já, þarna, host menu. Já. Start race. Já. Nei, þarna erum við komin með það. The operation cannot be completed because some players are still initializing. Þetta er eitthvað sem maður hafði áhyggjur af. Þetta er það sem maður hefur lent í þessu áður með þennan leik að þegar þetta er þá er lobbyið bara bilað. Er það í alvöru? Já. Ef við að taka niður hérna ljósmynd af rauðunni, ef við getum startað, eða það kannski bara einhver vitleysa? Það er svo sem, jú, það er allt í lagi að gera það, en þetta er það sem ég hef áhyggjur af að muni vera... Það er út af því að við erum ekki komnir inn. Nei, það ætti ekki að vera málið. Þetta er sko það sem þessi villa þýðir er að það er einhver ennþá að tengjast við lobbyið. En það er enginn að tengjast við lobbyið og það er það sem að, það er þessi leiðinlega villa sem getur komið og þetta gerist aðalega þegar það eru svona stór lobby. Já. Þetta er eitthvað sem, þetta er nýtt vandamál sem að var ekki með í fyrri leik. Og hvernig maður bregst við okkar? Já, við verðum bara að segja að það verður að... Það er bara takk ljósmynd, við stillum bara upp, það lítur það sem að setja að brace, að stilla í eins og að gert. Ingi, getur þú tekið að skrifa að við ætlum að restarta lobby og raða í sætin. Við erum búin að setja upp, við erum búin að taka ljósmynd. Já, ekki Ingi, ég veit ekki hvað að gera, við verðum bara að skrifa þetta. Já, við skulum bara skrifa hérna... Má ég sjá það, skal... Restart bara, raðað í sæti. Það er eina sem við getum gert, held ég. Já, mér sýnist nú einhverjir keppendur vera að fylgjast með útsendingunni líka. Já. En það er frábært að lenda í þessu núna en ekki þegar að deildinni byrjuð, þannig að við vitum hvað við þurfum að gera til þess að laga þetta. Hvað ætla ég að fara að skrifa? Við þurfum nýtt lobby. Það er ekki hægt að starta það, ætla ég að segja. Já, en bara nýtt lobby er bara að koma að minn. En þú tókst mynd af keppendum. Já, ég er með röðuna hérna hjá mér. Þannig að við getum bara gert sem sagt custom race og stilt mönnum í eftir hvernig tímatakkan var. Þetta er að gefa þeim séns að taka hring, eða þau eru mættilega, já, fara inn á réttum dekkjum, kannski minnum menn á það. Þú getur farið í hérna load setting. Nákvæmlega, hérna og það bara þesta. Og nema breyta bara hérna röðunni. Já. Já, ég held að það þarf ekki að skipta svo miklu máli. Við erum bara að horfa á reysið. Ég held að tímatakkan skiptir ekki það miklu máli núna. Við ætlum ekki að elda okkur upp í það. Nei, þú gætir nú gert það samt, þú hefði því. Já, það er hægt sko. Við þyrftum líka að testa það. Ef þetta skildi nú gerast líka sko í alvöru keppni, þá þurfum við að fara í, já, þarna já. Nei, það er ekki hægt. Fastest og slowest, þannig að það er ekki hægt að stilla upp röðinni. Þá verður þetta bara að vera handháskent núna hjá okkur. Já. Það setja bara krydd í það. Já, því miður þá verður þetta bara að vera svoleiðis. Spæs herða hans upp. Þetta er hérna eitthvað sem við þurfum að hugsa út í fyrir fyrsta mót. Já. Það þyrfti eiginlega að pröfa bara að starta kannski móti bara með einu hring til að sjá allt fungeri og svo fara aftur í practice.
Já, það geti verið að það sé eitthvað sem við þurfum að gera í Þessi test, sko. keppninum, En bara við sjálfur kannski ekki beinn útsendingu, sko. Já, en núna allavega það vantar einhvern einn inn allavega miðað við það að það voru 12 af 16 áðan, þannig að það vantar ennþá einn. Ég er með myndina hérna, það voru til komnir til leiks á braut voru 10 keppendur. Ég held að það sé þá bara allir komnir hann inn, þeir eru bara að koma sér að braut. Ef þú skoðar myndinni þá sérðu hérna 12 af 16. Já, með okkur tveimur, sko. Þannig að 10 keppendur og 2 lýsendur. Já. Já, það er 11, já, það vantar einn, já, það er Vantar alveg rétt, já, vel að ég var ekkert að horfa hann uppi. 11, hver er það sem vantar? Það er rúli gegn það. Davíð Rúnar er þarna, Ívar, Scrabble Duck, Robocop, Jökull, Eldinginn, Hansó. Það vantar Hansó. Hansó er hérna. Hann er þarna, já, hann bara sko, já, ok. Jón Ægir, hann er hann hana. Já, hann er hér á braut. Já, Diego, er hann mættur. Og hann er Karlsson. Bara fun, ekkert qualify, bara fun. Ok. Hvernig er það? Var við búin að koma að staði hvernig vandar? Er það Diego eða? Já. Sko, Diego segir hér í chatinu á YouTube, ég var í lobby en ákvað að taka ekki þátt. Var líklegast 12. Já, ok. Þá byrjum við bara held ég. Reynum að Við byrja. þurfum að bíða eftir að Jón Ægir fari út á braut. Jón Ægir heyrir okkur. Skráðu þig til keppni. Hann er út á braut. Nú, þá erum við með eitthvað lag. Það kemur ekki. Já, Jú, nei. þarna kom þetta. Alright. Ef þú þá að pröfa bara að starta? Prófum að starta þessu. Hann er að keyra út af pittunum as you speak. Já, ok. Nei. Ok, pröfa aðeins aftur og sé ok. Þetta gerist aftur. Þetta verður alveg þvílíkur skellur ef að þetta fer að verða eitthvað vesen hérna. Prófum að... Hvað með að gera cancel entry og fara aftur á brauthallir? Já, það geti virkað. Ég ætla að prófa að fara á braut sjálfur Já, og svo förum að braut, svo förum við bara að braut. Ég ætla að gera cancel entry núna. Farð þú að braut líka, Ingi, og gerðu cancel entry? Já, ég held að það gæti verið málið. Veitu, já. Nú er einhver að koma inn, við þurfum að henda hann út, ekki Kani. Þetta er bara að vera Vinir. friends only. Hörðu. Ok, Ingi, þú varst búinn að pröfa að skrá þig til leiks og svo afskrá þig. Já, ég var að gera cancel entry núna. Já, ljómandi. Það er bara svo margt í gangi. Pröfa að starta, hann er ekki komin inn. Ég get ekki að henda honum út þannig við. Hann verður þá bara með og... Já. Þetta verður Ívar. eitthvað, sko. Jæja, eða... Þú ættir að geta kikkað hann Danni væntanlega ef þú ert lobby hóstari. Já, kick out, þetta kom það flott. Já. Þetta er ekkert einhver sem er í GTS Æslandi þannig við. Nei, það er enginn að keyra undir ísi, sko. Við þurfum að fá staðfestingu frá Guffa. Það verður bara henda honum, við þekkjum ekki hennar mann. Nei, hefði. Henda út, segir Ívar. Hvernig breyti ég... Byrjaði bara strax, pröfa aðtöku þú getur byrjað að keppni. Já, ég henda honum úr út. Hann er farinn. Hann er farinn? Já, Nei, hann er ekkert farinn, hann er hérna. Ha, já. Þetta er búin úr út, tökum hann sér. Já. Og störtu bara. Og start. Já. Nei, gat nú verið maður. En ef við byrjum saman núna, erum bara með og svo hættum við strax að við erum aftastur og ekki búin að setja tíma. Nei, það gengur ekki heldur. Þetta verður alveg þvílíkur skellur að já, gott líka við tókum hérna testreis upp á að reyna að finna út úr þessu. Og nú erum við búin að taka nokkur önnur testreis og þau hafa all farið í gang. Fara þessi vjúið. Fara þessi vjúið fyrir mig. Og hérna, eru allir búin að setja tíma. Við höfum það. Svo rúlum í gegn. Því að við þá erum semst lýsendur skrámdilegs, við höfum ekki sett tíma og byrjum við aftastir. Við bara cancelum okkur úr reysinu. Ég held að þetta gæti verið málið að við erum inn í lobbyinu en erum ekki skráðið til leiks. Pröfa þann möguleika. Heldurðu það? Ég veit ekki. Ég keyra ólíklegt sko. En ég veit ekki bara, ég hef bara látað þetta eitthvað í hug sko.
Já, við getum svo sem prófa. Við getum prófa að taka einn hring hérna bara á fjærstýringunni og... Já, við byrjum með því. Já, ég þá að keyra hvað einn hring eða? Það er bara lúsarhægt. Já, bara fyrsta skipti sem ég keyri nýja M3-inu minn. Ég hef bara aldrei keyrt á fjærstýringu aður. Já, þú veist, ekki með styrkjana eins og ég er núna. Við getum ekki starta reysinu sem ásættakreins. Það eru inn í reysinu. Skrítið ég hafi ekki... Wow. Það er sko, ég held við þurfum ekki að taka hring, bara við erum til leiks og störtum reysinu. Beinum þá bara aftast að við erum ekki búin að setja tíma, en við erum búin inn í reysinu. Já, mennum það? Já. Ok. Þá býðum við eftir Inga. Hann er komin út líka eða ekki Ingi? Ingi ekki komin út? Þarf ég að keyra allan hringinn? Nei. Það er komin inn. Ok, startreis. Pröfum startreis. Nei, það er ekki hægt heldur. Ég get svarið það. Þetta verður ábyggilega ekkert með okkur að gera, sko. Nei, það er bara uppástanga. Já, það væri gaman að vita hver skýringin er á þessu. Já, ég er á PlayStation 5. Já. Ég er ekkert hérna sem getur kíkt á. Þú er bara starta aftur, ég veit ekki hvað maður segja. Já, þetta er bara alls ekki nógu gott. En hver er munurinn? Nú erum við búin að vera með nokkur reis og við höfum alltaf getað restu. Er einhver munur á því sem við erum að gera núna, eða? Það er spurning, ég veit ekki hver munurinn ætti þá að vera. Cancel entry, allir að cancel entry og re-entra. Pröfum að stinga upp því, skrifa það allir út og allir inn. Sérst ekki út úr lobbyinu, heldur bara cancel entry. Við höfum bara að reyna að pröfa alla möguleika sem okkur dettur í hug. Já, það er alveg skelfilegt að vera að standa í þessu brasi. Eins og ég segi, það er... Fyrir segið þetta virðist vera eitthvað random, það hefur virkað hjá Key 25 stundum. Já. Að allir cancel og re-enter. Ok, nú er allir komin aftur inn, skulum pröfa þetta. Prófum þetta aftur. Já! Já, það virkaði maður. Yes! Þá er þetta að gerast. Glæsilegt, jæja. Þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir þessa útsetningu í kvöld. Þetta vill við prófa. Já, varstu að tala um broadcast mode. Er það ekki það hér eða? Æ, Magnús segir hérna, nú er búið að setja inn sérstakt broadcast mode í sound settings. Já, og Sigurður líka stíkur upp að taka út tónlistina, það er ekki hægt að gera það hvað núna. Nei, það er í stillingum sem við þurfum að laga þá fyrir bara næsta mánudag. Erum við að byrja á maður? Já. Og það er Jökull sem byrja fremst. Þetta var það kannski nokkuð veginn? Nei, þetta verður mjög áhugavert. Þetta er einhver sigsakandi inn aftast. Við erum líka, já, sjá hvernig fyrsta beigjan fer. Menn er að passa að vera ekki að hjaskast of mikið. Getur dýrkeip. Við setjum hérna... Já. Það er strax þéttur hópur hérna, bara strax á topnum. Þetta verður... Já, þetta er þétt barátta hann að 5. til annað sætið. Jökull svolítið búinn að stinga af sínist mér. Ég ákveðnir ekki meira Jökull að byrja. Þetta er líka að vera gaman að sjá. Hann byrjar að soft. Hann er á hard sem hann gerir að viljandi til þess að reyna að koma sér frá. Það er strax komið skemmt. Karelsson hérna komið með skemmt. Framan og aftan. Komin út af. Hefur var einhver annar nálægt honum þá? Já, það er spurningin. Það er spurning hvort það hafi verið einhver annar. Lendir á honum. Já, heyrðu, Daði Rúnar með vélarskemmt og framskemmt. Það hefur örugglega eitthvað gerst þarna. Og núna saknar maður einmitt þess að vera með möguleikan á að tengja Litlaborð að vera með replay. Kíkjum á Hazarinn. Sérðu, það er Hazard maður. Eldingin hann að hægðu. Já, Robby, hann auðvitað að gefa eftir. Já, var... Þetta verður... Já, vantar replay. Þetta þurfum við að koma. Er þetta sem við búum að taka út af leiknum?
Já, það var hægt að tengja bara venjulegt lyklaborð við tölvuna. Já. Og nota það sem nota það til þess að velja replay og skipta sjónarhorn og alls konar. Það búið að taka það út núna. Já, þetta verður sko, það líka eitt sem nýtt núna. Sérðu þannig Jökull, þannig Ívar komið refsingu. Hversu mikið á hún eftir að telja? Það 1,6 í næsta keppanda. Sjáum það hér. Hvar penalty zone? Það reyndar Penalty zone-ið hérna minni mig rétt á undan seinasta beinagöldunum. Já, það var þarna. Jökull kom með 6 sekúndna fórustu hér á Já, hann líka á soft, sko. Það náttúrulega, sérðu líka, við sjáum að dekkinu sem við reiðast. Þeir verður ekki tveggjast pitta. Hann á soft. Já. Það gæti verið að hann sé að spila á það að komast langt á undan strax. Og síðan, já, hérna sér það hann komið með meldingunum það að hann verður neyddur til þess að hægja á sér þegar hann kemur að penalty línunni. Líka tíma núna milli hans og Gunnars að 2,3. Hérna penalty línan og það ekkert sem hann getur gert, hérna bara að bremsa bílinn hans í hálfa sekundu. Jón Ægir fer út af gerir smá mistök, í 7. sæti. Þetta 2 mínútur, þetta var nú ekki svo slæmt þessi refsing. Þetta fer rosalega mikið eftir hvað þetta á hvers konar köflum þetta og... Gunnir hérna fyrir aftan hann á hörðum. Ragnar Eldíkinni á hörðum. Hvernig það? Get ég sem áhorfandi ekki horft á úr fjarlægð myndavélarinnar? Við virðist bara ekki það svissað milli vjúa frá bílum sjálfum. Það var left 1 sem á að geta svissað milli þessu við erum notað hérna í stúdíónu. Það átt að geta hort úr fjarlægð, jú. Jón Ægir að skemma bílinn sem á leiðinni inn í pit, það spilur út að það telji eitthvað. Jú, það telur alveg sko. Það er gott að það verður skemmtur þegar kemur úr pitinu. Já, núna sjá ég Gunnar Karlsson kominn úr pit, hann setti mediumdekkin og Davíð Rúnar, hvaða dekk setti hann á? Hann setti á mediumdekkin líka. Þeir báðir núna svona frekar aftarlega, Davíð náttúrulega langaftastur eftir að hafa fengið þessa vélaskemmt snemma í fyrsta hring. Það bara alveg svakalegt. Jökull, hann eykur við fórskoti. Já, hérna sjáum við líka þetta nýja, hversu mikið eru að sýna slit af dekkinu núna miðað við hvernig það var, sko. Þó að dekkin líti út fyrir að vera orðin, sko, eins og ef þessi myndi koma fyrir seinasta update, þá myndi maður halda að dekkin væru alveg búin hjá hann. Akkurat. Og líka við förum aðeins út í breytingarnar frá því síðast tímabili og núna sem við horfum fram á og það að undirliggjum þannig að allir keppendur munu fara tvisvar í pit. Allt að gera þetta, sko. Já. Það mun nefnilega skipta miklu máli. Já. Þú getur alls ekki tekið soft oftar en einu sinni. Ef þú getur það, hann yfir höfuð. Ívar hérna með skemmt á einu dekki. Það spilur mikið á telur. Það er spurning hvernig það hafi valdið, hvort að þetta sé farið að verða þannig að þú eru harkalega á kanti eitthvað svoleiðis, hvort þú getur skemmt fjörununa hjá þér, ég veit það ekki, þetta er... Hann er sko satt verið að draga á Gunnar. 1.44. Komur með 14 sekúndna fórustu á softtækjunum sínum. Já, 1.43 sekúndur, já. Ég breyta sjónarhorninni í svona meira svona útsendingar sjónarhorn. Jú. Þú verður að fara upp bort kannski. Eitt einu sinni. Þetta er skemmtileg sjónarhorn hérna. Já, eins og við séum í farþegarsætinu. Já. Já. Þetta getur mjög snúið myndalið og aðeins að pröfa með hana. Ef að vera hjá Ragnari. Hann Robbi, ég fyrst með Robba, hann í draga tallit á að Ragnar. Sýnist mér. Já, svo sem að Ívar er líka að draga svolítið á Gunnu. Já, hvað langar ykkur að vekja sko. Ef við vera hérna aðeins, nokkra beigjur. Svo skulum við sjá hvernig sérðu það er líka eins og Eldíki sé að draga svolítið á Ívar. Já, það er auðvitað að segja til núna svona snögt á liti. En við erum sem stattir á Spáni, við gleymum alveg að fara yfir það. Við erum konur hérna til Katalúnia. Já. Það er maður rétt og það er eitt nýtt layout eða ekki alveg nýtt, það er smá breytt layout sem er öllum þykir skemmtilega. Það er búið að taka út speed trap eða chicane S í lokinn
Þannig að seinasta beygin er miklu meira aflíðandi og þú heldur miklu meiri hraða í gegnum hana. Herru, já, það er byrjað að kíkja, hérna er Robby aðeins að kíkja á Ragga. Við síðust nú að fyrir framan Ragga er Ívar vorinn ansi nálægt honum Gunnari. Já, hann pressar hart á honum. Þetta fylgjast við þeim slag. Já, Ljómandi. Ívar er alveg í skottinu á honum Gunnari. Og lætur okkur vita að þetta er svo skemmtilegt að sitja svona borð. Þetta er alveg æðislega sjónarhorn. Já, þetta er það. Herru, það er eitthvað að Hann gera gæti jafnvel reynd framrástur, hann er hér í slippinu. Hérna er Ívar. Með slipstreamið, Fylgjast með Ívari. ver vel hana, Já. Gunnlaugur. Það er með Buffer X-ina á að vera svolítið góður á bremsónum, betur bremsónum. Toyotin er hugsalega með meiri endarhraða. Svolítið djúpur hann Ívar, hann réttir kannski línan hans. Já. Hann er með smá rönn. Þetta er stutt Hann ætlar að stíka sér þetta. Já. En hann er of... Bremsar allt og seint. Já. Gunni gerir... Old switcheroo, er það ekki kallað það? Já. Og Ragnar, hann náttúrulega nýtur góðs að því að þeir séu að slást, því að nú er hann kominn í Já, þeir komnir í slaginn. Já, það er náttúrulega tekur að manni tíma að vera að verja eða sækja. Þetta er orðið 4 bíla barátta. Já. 5 til annarsætið. Og Robert hann er að finna sig vel á þessu Porsche-gerina því hann sækir hart að Ragnari. Sem kallar sig Eldingin. Þeir eru allir í topp 5 á hörðum, í topp 6 á hörðum dekkjum fyrir utan Jökul. Hann er að keyra á softdekkjum. Hvað er Jökull eiginlega komið með mikið forskot núna? Hann er alveg sko... 21 sekundu. Vá, á 5 hringjum. Það er sko 4 En hann þarf að fara inn í sekúndur pitt bara á næstu 2 hringjum því að framdekki hjá honum er alveg að vera farið sko. Það er líka athyglisvert að vita hversu, svo núna, við erum ekki náttúrulega ekki stútur held í þessa braut, þetta er svona æfingakeppni, hversu langur pitturinn er, hversu langa tíma tekur hann að fara inn í pitt. Hann var beina með, hann var svo fljótar frá slipti manna, hann gerði hann með þessi smá mistök, ekki með að endar það Porsche. Robby er að pressa Eldinguna og Ívar er að pressa Akka, eða Gunnar segi ég. Já. Þetta er alveg hörkubarda hérna á tónum. Gaman að vera hérna bara á aftasta bíl. Við sjáum hérna allt sem er að gerast í brautinu á 4 bílum í einu. Þetta er hérna skemmtileg sjónarhald. Nákvæmlega. Og gaman að horfa á 4 mismunandi bíla að berjast. Já. Ekki allir að Datsunu séu hýra. Já. Nákvæmlega. Við erum með hérna Buffer X frá Subaru, við erum með Toyotuna, við erum með AMG frá Mercedes og svo erum við með Porsche. Það er alveg æðislegt. Já, Eldingin, Ragnar Þór og Robert Robocop, þeir voru saman í liði fyrra í Tier 2, eða það sem við kallum fyrstu deild núna. Og nú eru þeir að berjast á sitthvorn bílum, þannig að það er gaman að sjá það. Og Jökull er komin í pitt. Það er alveg alltaf að sjá hvað hann endar þá. Hann ætti sennilega að koma út fyrir fram á 24 sekundur. Já, það er pitturinn. Það er spurning. Hvað dekk? Við kannski áttum okkur á því hvað pitturinn er langur þá líka. Já, það verður mjög athyglisvert. Já, hann er nefnilega ansi langur. Hann fór inn með 24 sekundur í forskot. Sjáum hvað stendur þegar hann kemur út. Hann er ennþá fastur pittinum. Hann er alltaf það búið með 1 pitstop. Þetta verður nefnilega, þetta er sko sem við mættum að fara yfir. Þetta verður nefnilega svo fjölbreytileg keppni. Það kannski kemur ekkert í ljós fyrir á síðustu kannski 5 til 10 hringjunum. Hver raunverulega stað að keppa þetta er. Og hann kemur út 4 sekundum fyrir aftan Robert sem að þýðir að hann er að tapa, þetta er að hátt í 30 sekundum pitturinn. Ívar enda með náttúrulega skemmta á dekkinni á sér og það virðist ekki vera hrjáður neitt mikið, ekki nema kannski mestalagi það að dekki virðist vera slitna hans hraðar. En það virðist ekki vera að hægja á hann. Toyotan er líka svolítið slæm á dekk. Það sé bara laus bolt í honum? Nei. Laus skrúa. Það sem ég var að reyna að fara út í, það er hann að ég held að það verði svolítið í vetur að menn þurfa að taka 2 stopp. Það þarf allan að taka 1 á hörðu dekkjunum og láta þau endast.
svo getur það verið kannski 1 medium og 1 soft eða 2 medium. Ég veit ekki til, ég held að þessu er enginn sem að fara að spá í að taka, já, ég veit það þó ekki. Það heldur að sé hægt að taka 1 pit og hard. Þá er spurning hvað menn að tapa mikið tíma með softdekkin. Já, hérna eldingin komið með 1 sekundar penalty. Dettur Sýnist mér að vera að missa Robba fram á sér. Já. Það er til þess að spóla tilbaka og sjá endsýninguna. Þannig. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Það er verið að biðja að lækka örlítið í leiknum. Já, verðum við því. Prófum þetta svona. Já, mér finnst einhver meginn eins og í nýja leiknum og nýju dekkjamódelin að það séu fleiri leiðir í boði heldur en bara ein besta leiðin sem allir taka. Þetta er ekkert augljóst hvað maður á að gera, sko, þú veist. Eins og ég sjá, ég meina, hann keyrir hann á soft og setur 25 sekundur. Who knows, það er margt í boði og við erum ennþá svona öll að reyna að átta okkur á þessu. Hvað er að virka? Svo við sáum í pröfukeppni að þá á Brands Hatch þá vann að mig minnir Gunni Agga og þar var hann að keyra á medium og fór 2 eða 3 inn í pit og versus aðrir sem voru að keyra á hörðum og fór 1 sinni inn í pit, þú veist, þannig að... Heyrðu, Ívar að stinga sér hérna verðu á Gunna og er búinn að taka fram úr honum. Ívar komin í fyrsta sæti. Já. Herðu, Gunni er nú strax byrjað að kíkja. Nei, Keyrir aftan á. Þetta voru nú svolítið ljótt að sjá. Þetta lítur að hafa verið eitthvað lag út af því að Ívar er bara með Ívar er með þvílíkt að skemmta aftan á bílum og það sér ekki á bílum hjá honum Gunna. Já, þetta er... Já, það er nú gaman að fá replay af þessu. Já, það er eiginlega mest að fá hann að replay taka aftur, sko. Já, við skulum vona að það sem möguleiki komi aftur inn. Það er í miður, þá þurfti hann að endurskrifa allar lobbystillingar og útsendingastillingar fyrir nýja leiki. Það hefur verið gott að fá þær nú bara beint úr GTS. Já, það hefði verið alveg æðislegt, sko. Ívar hérna náttúrulega komið núna bara alveg niður í 7. sæti, komið inn fyrir aftan Hannes og Jökul. Já, og með skemmt. Þetta er nú svolítið sorglegt. En þetta er nú bara æfingakeppni og menn eru svolítið kannski bara að spá í strategíur vonandi og fara ekki að hengja haus. Það er langur vegur eftir. Já, Hannes er farinn að nálgast þessa baráttu aðeins. Hann er ekki nema tæpum 3 sekúndum fyrir aftan í Jökul. Og er hann að draga á Jökul? Á hvaða dekki með Jökul núna? Hvað fór hann að medium eða fór hard? Hann fór á hard. Hann fór á hard, já. Þannig að við erum að sjá það að við sjáum ekkert alveg strax hversu mikið hann græddi á þessan Jökul vegna þess að þeir eiga eftir að fara í pit hérna. Já. Leið og við sjáum þá fara inn í pit að þá fáum við að vita í rauninni hversu mikið hann græddi á því að byrja á softdekkinu. Já, það getur líka orðið til þess að þegar hann byrjar þá bíllinn þungur, hann byrjar á soft. Þetta getur nú þýtt að hann þarf sko 3 pit. Það geti gert það, já. Það er aldrei að vita. Þetta geti þýtt auka pitstopp fyrir hann í endan. Já, ég held að það sé alveg lágmark 2 pits endan með við það að við erum bara á 10. hring af 34. Það liggur fyrir ef þú fer á soft, þá ertu alveg lágmark 2 stoppum. Já, bara ef við skoðum líka bara harddekkin hjá hinnum félögunum hérna á toppnum eftir aðeins 10 hringi. Með þetta, þó þú myndir velja harddekkin, þá myndir þú samt að pitta til svo, minnst okkur það. Tjekkið á baráttunum 4. sætið, Jökull er kominn í skottið á Ragnari, eldinginn, og er að pressa mikið. Færum okkur aðeins niður í 4. sæti. Þarna, á. Það eru 2 AMG bílar. 2 AMG. Já, nú er að slippur inn. Jökull er náttúrulega rosalega hraður. Og hann er á nýrri dekkjum. Raggi er væntanlega aðeins búinn að slíta sínum dekkjum þó þessu báður að hard. Þannig að Jökull ætti nú að vera með betra grip. Þar leiðandi að koma sér aðeins betur út úr beigjum. Þarna fer hann aftan á hann Ragnar. Það kostar hann ekki neina skemmt. En Ragnar? Herðu, hann fer inn á hann. Herðu, hann hleypti honum fram úr. Ragnar, hann fekk ekki skemmt, en dekkin hans er bara séð svolítið á þeim. Hann hefur kannski bara átt að sjá því að hann hefði ekkert upp úr því að vera að verja sætið. Sérstaklega við erum að keyra í klukkutíma. Þetta er náttúrulega líka sem er svolítið nýtt. Menn eru svo mismunandi strategíum að það verður kannski svolítið meiri virðing fyrir hraðari mönnum
því að það ekkert fyrir í lokin eins og ég segi, hvar raunverulega ertu. Já. Það tapa allir á því að vera slást. Það alveg þannig. Það alltaf þannig. Já, og þá ertu að tapa kannski sekundu til 2 á hring. Það að vera að verja sætið sitt, gagnvart einhver sem kannski að draga á því, það bara borgar sig ekkert. Það bara mjög erfitt á slitnum dekkjum þegar þú ert með hraðari ökumann fyrir aftan þig á miklu betri dekkjum. Þá eiginlega betra að hleypa honum fram úr og reyna frekar að fylgja honum heldur en að eyða restinni af dekkjunum í að berjast og bremsa sent og verja. Því að þið tapir báðir á því. Hárrétt, ég meina eins og, ég myndist ekki eins og dekkjabrennsluna. Bara tökkinn eins og ég segja, reyna bara að elta hraðari mannin eins mikið þú getur, verið í slippunum og þá færum við kannski einhverjar auka sekúndur út úr því, heldur en að vera að berjast við. Þetta held ég að við möttum sjá talsvert meira af. Svona meira virðingu bara fyrir því að einhver hraðari maður komi aftan að að menn hleypi þá bara fram úr. Þeir eru kannski allt annað strategíu. Já. Já, líka áhugavert, Róbert í öðru sæti búinn að hægt og rólega græða mistökum annarra og að fylgja honum Gunna vel á eftir og ekkert of mikið pressa en hann í mjög góðri stöðu. Og dekkin hans eru líka töluvert betri heldur en dekkin hjá Gunna. Já, sjáum það. Porsin að fara vel með dekkin. Vinstra framdekki hjá Gunna sér talsvert meira á því og ég verið búinn að vera að leika mér að keyra náttúrulega einhver hringi í strákana og þið vitið það leið og þegar dekki fer þá bara eins og þú segir bara að þú ert á sprungnu dekki. Þannig að það alveg ljóst að Gunni þarf að fara fyrr inn því að ekki vera bensín sem niður á vinn. Þá fer strategíin að spila inn í hlutina. Menn verða að gera eitthvað. Róbert á bæði meira bensín eftir og meiri dekk eftir, þannig að hann verður á öllum líkindum lengur úti heldur en Gunni. Já. Sjá að Jónægir að fara inn í pit núna á medium dekkinum. Davíð að fara inn í pit líka. Já, þau líka handónýtt medium dekkin hjá hann. Já, Jónægi. Nei, hjá Davíð Rónari. Já, vá. Skemmdan bíl og handónýtt dekk. En af hverju var Jónægir að fara? Það spurning. Ég sé ekki, ég sá ekki skemmt, kannski við lagast hún. Ég sá ekki einu skemmt á bílum hans. Brút og harðum. Ég held að hann hef ekki verið með skemmtan sko. Nei. Þú voru ekki að fullur það. Þetta gæti bara að verið einhver strategist move hjá honum. Nei, og þetta sjáum við líka nýja reglu. Það er gaman að sjá að þessar reglur sko raungerast. Pit out penalty að hann fer yfir hvítu línuna þegar hann á leiðinni út úr pittinum. Hann heldur sér ekki innan hvítu línuna og fær fyrir það 3 sekúndna penalty. Og það ekkert smá dýrt. Það væri nú í toppbaráttunni. Það fara úr rétt sleikið hvítu línuna vinstra megin, það sem sprautar megin. Þú ert að koma inn. Þá bara sjálfkrafa 3 sekúndur. Já. Línan hægra megin skiptir engu máli. Hún ekki... 3 sekúndur kosta alveg gríðarlega mikið í svona penalty system eins og þarna sem hægt á þér sjálfkrafa. Ég sjá að Jökull, hann fann að pressa Róbert núna, búinn að ná honum í 3. sæti. Jökull að keyra mjög hratt, hann líka með hraðasta hring. Já, hann náði hraðasta hring náttúrulega á soft ekki. Já, en hann að keyra núna á hard, ef við skoðum það eins. Hann að keyra hann núna á 43 lágum, H40, já, þetta svona 43, medium til lágum. Hvað Róbbi að gera? Hann var 44. Já, þetta svona mjög svipað en þá ætlar aðeins stöðuleiki hjá honum Jökli. Hann búinn að draga á hann. Gunni á 44, 43. Þetta mjög álíka tímar hjá þeim öllum. Já. Sem stendur. Ef þið skoðið framdekkið hjá honum Gunna, vinstra framdekkið, þá ekki mikið eftir að því og það fer að fara á þann punkt að allt í einu bara missa hann algjörlega gripið. Ég var í svipaðri stöðu að leika okkur bara í gær og svo bara sprakk dekki hjá mér og bíllinn var bara gjörsamlega stjórnlaus. Þá var engin hvítur litur eftir, þá var þetta bara allt orðið rautt öðrum megin. Þegar það gerist hann á ekki marga hringi eftir áður en hann verður að fara inn sko. Ég held að þetta gæti nú alltaf, það hlýtur eiginlega bara að vera síðasti hringurinn hans. Já. En sjá til. Það fer að styttast í að bíllinn verði illkeinanlegur allar hægri beygjur ef hann heldur áfram með svona lítið grip á því framdekkin. Kíkjum aðeins inn á borð hjá Róbba. Ég
hugsa hann sé farin að finna fyrir því sko, því að Robby farin að nálgast hann sko, það að koma að pressa á hann núna. Nú er líka 1, 2 og 3, þeir eru allir að vinna við sekúndum, sérst að milli þeirra, sjáum það. Jökull, hann er búinn að ná Robba á nýrri dekkjum. Jökull er náttúrulega, já ég veit ekki, hvort þetta kostar auka stopp, hann er á 3 bita stoppi. Það er svo erfitt að sjá fyrir þetta, það er rétt sko búin að 1/3 keppnin er búinn. Já, hann fór inn í pitt, hann Raggi, eldinginn, stökk inn í pitt, kominn út á nýjum tútum, hörðum og rétt á undan Ívari með einhverja 5 sekúndur forskot á hann. Þeir eru rétt að taka 1/3 á hörðum. Það er athyglisvert. Þannig að spila hvort það sé bara að það er eitthvað möguleiki að vera eitthvað annað en hörðum medium. Þannig að þá er líka verið athyglisvert að eins og ég segi, ég held að Jökull gæti þurft að taka 3 pitstop sko. Og hann er dekkinn fyrir að stríða Gunna. Nei, sko, já, þetta, þú sér það, það er ekkert hægri beigjanum lengur núna sko. Það er bara algjörlega farið. Það er svo að kannski geta aftan á því að hann er með damage á afturstöðunum. Já, og það var heppinn að þetta gerist í síðustu beiginu fyrir að keyra inn í pitt, svo þetta ekki að taka allar hringinn svona. Já. En já, Jökull kom með skemmt á framendan, þannig að spurning hvort þeir hafi skellt sér eitthvað saman andan. Já, Jökull var samt í 3. seti. Hvernig er Robby? Hann er með enga skemmt. Þetta er svolítið, já, kannski var bara eitthvað brúa hann að þeir lentu saman og hann kunni fór út af. Já, Sko. En nú er Jökull er með skemmt. Það spyrir hvort það hvað telur. Róbert getur kreist 3 hringi viðbót út úr bílum, þá gæti hann hugsanlega tekið einn að stoppa strategi og verið á einu stoppi minna heldur en flestir aðrir. Það gæti verið sterkuleikur. Já, 17, það er náttúrulega, ef hann þarf að taka 17 hringi. Við erum á 14. hring, þannig að hann þarf allavega 3 hringi viðbót. Já, þetta er eini bílinn sem við séum hingað til sem við væri hugsanlega með að það myndi ráða við svona strategi. Já, Hannes er reyndar líka, kíkja á Hannes. Hann er ekki mikið eftir að dekkjunum hjá honum, en ekkert ósvipað og hjá Robba, en kannski aðeins meira slitt hjá honum. En hann gæti hugsanlega verið að reyna við einna stoppa strategi líka. Skulum sjá hvernig þetta fer. Hann er nú þekktur fyrir að kvísla dekkin. Já, þetta er mjög athyglisvert. Því að Gunni er á bíl, Vaffer-X-in hefur nú verið, Subrun hefur rómaði fyrir að fara vel með dekkin. Og Jökull hér að reyna framúrastur eða hvað? Já, með Robby til á skemmtum bíl. Skemmtum bíl og tekur ytri línuna í þokabóts. Við vitum að hann átt þetta er veikleiki pósins, það er endarhraðin hjá honum. Já. Ég held að sko Róbert hafi ekkert verið að berjast of mikið, það var bara svona eins og hann færði sig til hliðar og leiði honum að eiga línuna sko. Já. Bensin er með hugsanlega vill hann frekar spara dekkin og reyna að klára eitt stopp. Hann veit að Gunni er búinn að fara inn og þarf að gera það aftur. Nei, hérna Jökull segi. Þannig að kannski er hann að spila þetta skynseminni. Einmitt, eins og ég var að tala áðan. Það verður kannski minna slagsmál. Þetta verður svona sem nema kannski síðustu 5 hringina. Það er ekkert vit fyrir mennum að slást. Menn eru á allt öðru sér dekkja ástandi og bensín og svo framvegis. Já, mér finnst nú Robby vera að koma nokkuð skemmtilega óvart með mjög góðri strategi. Ég vissi ekki að það væri raun og veru bíll í spilunum sem réði við eitt pitstop. Það er að segja það. Hann er short-shiftar mikið og hann er alltaf bara að geða, maður er hægt að geða þetta kannski, maður bara sparar og er skynsamur. Sýnlega séð er ekkert mál að taka eitt stopp. Maður þarf bara að fylla smá á til viðbót þar. Þetta er meira spurning dekkin sko, hvort það er handlega. Já, þetta er alveg klárlega það. Svo er líka, sko, en svo fyrir þetta allt líka eftir brautunum. Það er mjög langur pitturinn á þessari braut. En á næsta mánudag, þá er pitturinn mjög stuttur. Já. Þessi braut er líka þannig gerð að hún reynir meira en allar aðra brautir held ég á vinstra framdekk. Það eyðist miklu meira heldur en öll önnur dekk. Þú ert stöðugt í löngum hröðum hægri beygjum sem að setur þarna þungan á vinstri hliðina, þannig að þau eru að eyðast mjög ójafnt sem sagt sitt hvoru megin, hægri og vinstri hlið á dekkjunum, þannig að
í flestum brautum værum við að sjá minni eyðslu vinstra megin og jafnari eins og hún hægra megin hugsanlega. Já, ég verður sko raunin líka bara vangaveltast að þó að Robby nái að fara á einu stoppi á þessari braut, þá ekki neitt sjálfgefið að það sé besta strategían næsta mánudag. Þegar pitturinn er skemmri, sko. Það þessi að reyna að benda á að það ekki endilega málið. Þetta líka hversu miklu hraða mann að halda áhörðu dekkjunum þá, hann náttúrulega svolítið að keyra út dekkin. Já, það er mislangur pit entry tíminn á brautunum, til dæmis á Brands Hatch brautinni, þá nánast engin tími sem að fer í að keyra inn í pit, þú bara strax byrjar að skipta og keyra út, þannig að á slíkri braut getum við hugsanlega verið að sjá menn keyra á og mýkri dekkjum, vera medium dekkjum og taka kannski fleiri stopp, staðan fyrir að reyna að teygja hörðu dekkin í eitt stopp. Akkurat. Þetta er mjög áhugavert og þetta er eitthvað sem að verður gaman að fylgjast með núna í vetur. Þetta verður mikið krydd. Ég held að þessi strategía sem Róbert er á núna sé ekki hentug á mánudaginn. Það kemur bara í ljós. Við förum á Deep Forest. Já, það er allt öðruvísi braut og allt öðruvísi dekkjæðisla þar í gangi. Já, og rosalega stuttur pit entry og exit. En ég held, sko, hann er mjög tæpur á framdekkinu núna. Það alveg að detta á þann veg að hann fyrir að algjörlega missa gripið. Ég hugsa að reyna að Kreysteinn hringi viðbót. Nei, hann kemur inn í pit núna. En ég hugsa samt að hann og Robby séu báðir að hugsa að reyna að klára það á einu stoppi. Ég held að nái því að taka 18 hringi á hörð, af því að núna að hann þarf bara að setja bílinn til bensín á bílinn, hann verður léttari allir seinni part keppninnar. Akkurat. Ég verður ekki fylgjast með þessu. Þannig að sko, ef við miðum við að það gangi upp hjá Hannesi og Róberti, þá þarf Jökull að búa sér til 30 sekúndna forskot til þess að eiga auka pitstopp inni. Já, og hann gerði nú 20 sekúndur, það komið 20 sekúndur á fyrsta stindi, þannig að það þarf ekki að vera alltaf á einu stindi, hann þarf að safna því saman. Nákvæmlega. Þetta Ívar að fara fram úr Ragnari eldingunni. Ívar með, það er lítið grip á dekkjum, þess að Ragnar á 9 dekkjum, þetta nú kemur kannski pínu óvart. Já, Ívar samt á medium dekkjum. Já, þau halda ansi lengi þó að séu orðin nokkuð rauð. Já, þetta er eitthvað sem við munum þurfa að venjast út í þessi nýja grafík orðin alveg þannig að þetta ekki næstu eins mikið slit og maður vanur að þetta sé, sko. Nei, í fyrra, sko, hefði bílinn verið stjórnlaus með svona mikið rautt á dekkjunum, sko, en núna þetta prósentulega að sýna, held ég, bara raun slit, sko, þannig að þú getur farið mjög neðarlega með þau og þú átt ennþá inni. Já, og sér það að hann á medium dekkjunum sem að líta út fyrir að vera bara eiginlega alveg búinn, en hann samt alveg að ná að nýta þessi medium dekk vel, sko, og nota gripið, það helst alveg ennþá í. Hvað það sem Róbert fer inn í pit núna, það sem að mér líka þótt áhugavert við nýja leikinn og allt þetta dekkjarslit dæmi að meðal hvernig dekkin að endast vel, þá maður stundum að setja hraðasta hring á 15. hring sem maður gerði aldrei í fyrra, sko. Já. Og þá eru actually, sko, hversu léttur bílinn er að vega meira heldur en, sko, hvort þú sért hversu dekkin eru slittin, þú ert að græða meira á léttum bíl heldur, þú getur á mjög slittum dekkjum en þú ert að setja hraðari tíma kannski í 15. hring af því að þú er búinn að tapa svo miklu bensíni, sko, og það er miklu líkara raunveruleikanum sem að sér stundum í formúlunum og svoleiðis að það er ekkert alltaf á fyrstu 3 hringjunum sem þú þarft að setja hraðahringin því þá annars eru dekkin búin, þú veist, það er ekkert svoleiðis lengur. Já, grænt. En við sjáum núna, Jökull er með 27 sekúndur þegar Robby er búinn að fara inn í sitt pitstop. Já, og hann verður þá bara að harta sem úti eftir hann Robby og líka Hannes. Já, öllum líkindum. Já, og það er spurning hvort að hann farið þá á medium, hann lítur að fara þá kannski á medium, hann Jökull og loka stindi og með tímana sem hann er að setja á hraðari dekkjum, við sjáum það munar sér því hérna eins og núna Ívar sem er á medium, hann er á miðlungs 41 meðan Robby var á 44, þannig að það er að muna hann að 2-3 sekúndum á hring. Þannig að þetta
Já, það verður svona, þetta verður mikið póker. Hvað best? Já, þetta miklu opnara heldur en að við erum vanir. Hingað til hafa flest allir verið á sama strategínu, en núna erum við að horfa á alls konar mismunandi hluti í gangi og það gerir þetta bara þeim skemmtilegra. Já, og Jökull tók sensinn, hann var eini sem byrjaði á einhver öðru en Hörðu. Ég sýnst það ég eftir að bara skila honum sigri hérna, að svona öllu óbreyttu. Einhver mistök í þessi stað, ég hef trú á því, hann er það hraður, hann var langhraðastur í æfingunum en fyrir þessa keppni, þó þetta er bara æfingakeppni. Það ekki eftir, hann er ennþá að keyra með skemmd á bílum. Já, Guffi sér eitt stopp að harda og vera möguleiki. Já, það er möguleiki, en það er spurning. Sjáðu hérna. Jökull keyrir aftan á G. Karlsson. Já, hann byrjar að hringa. Það er að hringa. Nei. Já, ég veit ekki hvort hann var að gósta og hætti svo að gósta, en sýndist það sko. En þetta enn og aftur komum við inn á það sko, að það er ekki hægt að treysta á það að keyra í gegnum bíla sem er að gósta. Hvar er Karlsson? Karlsson, já. Hann er seinastur. Já, hann var já. Hann er með skemmtur á aftan eftir þetta samstuð. Þetta hefur kostað síðan Jökull cirka 5 sekúndur. Svona er bara líka rúmlega það sko. Svona er bara akstur straffa, þetta getur gerst. Þetta gerst og líka bara í raunheimum. Það þarf að fara varlega. Og inn fyrir Jökull og hann fyrir inn. Hann veist ekki sem er búinn. Þá ætla hann að fara þá að hard aftur. Það lítur eiginlega að vera. 15 hringir, alltaf medium dugi, hann alltaf kunni að gera 15 hringi á medium. Það er góð spurning. Ég veit ekki hvort ég myndi þora að taka sensun á því sko. Nei, ég veit ekki. Hannes fór áðan 16 hringi á hardækjum eða ekki? Jú. Já. Þannig að ég hugsa að hann fara aftur í hardækjum. Hann fer á hörd sko. Fylgjumst aðeins með því, þetta er topparðinni. Sko. Hann fer út. Ívar er líka komin í pittin. Hann er að fylla á bensinni aðeins. Að gera við bílinn. Já, bílinn. Hann fór út á medium. Herru, þetta er athyglisvert. Fór hann á medium út? Já, þetta er mjög athyglisvert. Og hann er að missa, hann er raun og veru, sko, ef við segjum hann sé í keppni við Róbert og þá er hann fyrir fram á þá. En þeir eru ekkert að fara aftur inn. Ég stórlega sem ekkert keypti 14 hringi á medium. En maður veit ekki, hann er kannski bara nýi dekkakvíslarinn. En sko, það þetta er með mjög athyglisvert. Já, en við sjáum þá Ragnar í forystu. Já, tímabundi, professional pole. Tímabundi, þetta nákvæmlega. Það er mikið krydd í gangi hérna. Það er mikla breytingar á toppnum og óvíst hvernig þetta endar. Svo er náttúrulega Gunni núna fyrir fram. Gunni, honum líður ekkert vel með að menn taki fram úr sér. Þetta getur verið svolítið hættulegt fyrir Jökull. Jökulli núna því að hann er að pressa og Gunna akka og er á miklu betri dekkjum. Við erum þar. Ég sé Gunni, honum líður ekkert vel með að láta fara fram úr sér. Þannig að þó að Jökull ætti að vera hraðari, þá veit ég að Gunni gefur það ekki upp baráttulaust. Þetta gæti að kosta Jökull einhverja sekúndur. Það skipta öllu máli. Nei, heyrðu. Þarna er nú bara eins og Gunni að hleypt honum fram úr sér. Nei. Og þó, ég held að það er bara að fara vítt sko. Já, það tók bara aðra línu. Þetta er ekkert gefið sko. Nei. Herru, þetta er hörkuð barátta hérna. Já, Jökull með þetta, hann er með meira gripa sjálfsög inn í glæni medium dekkjum. Þá er náttúrulega verður við að fara að fylgjast með ég neita að trúa því að hann getur farið á medium dekk til enda því að Hannes fór 16 hringi á hard. Ég neita að trúa að Jökull færi 13 hringi á medium. Já, þrátt fyrir, þó að það sé léttari bíll og aðeins minna dekkjarslit út af því, þá hef ég, eins og segir, ekki trúa því að hann ná að klára reysið á medium dekkjunum. Sjáu hver hann að beint fyrir aftan að Gunna. Það er maður sem alltaf sér ekki aftur í pittin. Já, nákvæmlega. Það er Róbert. Og hann er bara eina 3 sekúndum á eftir Jökli. Já, 11,5 sekúndur frá fyrsta sæti. Já. Hann er að keyra mjög stöðugt og er að forðast drama á brautinni. Það gæti skila honum vel þegar að enda kemur. Nú þarf bara einfallega Jökull að slíta sig frá. Og Hannes er ekki nema 2,5 sekúndur fyrir aftan Róbert og þau eru báðir á
einna stoppa strategi að mér sýnist. Það hlýtur eiginlega bara að vera. Með hvernig kerðu 50% keppni. Þannig að sko 4. og 5. sæti gæti hugsanlega verið baráttan 1. sæti og það er erfitt að segja með jökul og mediumdekkin sko, þú veist. Ég sé það svolítið verið gaman að fylgjast með tímunum hans. En núna hann að klára hérna núna fyrsta, fría hringið sinn, sem var ekki með hægari bílar fram að sig. Nei, hann var að klára að taka fram að Gunna á þessu hring. Við vitum Jökull er mjög hraður. Hann svo búinn að krækja sér í smá sekt. Alltaf gaman að því, bara smá. Nú ekki mikið, þetta er hálf sekúnda. 41. Robby að taka hérna 43, þannig að það er 2 sekúndur á hring. Sko Jökull setti bensín til að klára. Það er bara, þetta stendur allt og fellur með dekkjunum. Það verður gaman að fylgjast með því. Sett hann bensín til að klára, þannig að hann er ekkert að fara aftur inn. Ég held hann ætli sér það ekki, en það er spurning hvort að hann verði settur í nauð. Þetta veldur allt á dekkjunum. Hvernig er hann reyndar Ragnar? Við erum ekki búin að spega. Hann er hard, en hann er ekki það mikið bensín eftir. Hann er alltaf að fara inn. Hann og Gunni Agga verða að fara inn. Þau eru ekki nóg bensín til að klára. Já, þá er Ragnar. Þeir eiga báðir pottið 1 stopp eftir. Þá er þetta svo kallar provisional, eins og við segjum. Það er sem sagt tímabundið. Er það ekki? Jú. Það er, já, mér sýnist núna að topparatan er Jökull og Robby og Hannes. Svona, já, gróft á liti. Það er staðan. Samþykkt. En hvernig lítur þetta út á neðri keppendum, eins og til dæmis Davíð Rúnar, ég segi hann er í 8. sæti, hann náttúrulega... Já, við skulum kíkja Þeir eru svolítið einmanna á brautinni þeir sem eru neðarlega. Já, við skulum lítið baráttur. Við erum ekki aðeins að kíkja á það. Þetta er Hannes. Það er að gera hann var renni óbyrna Hannes, hann lenti í skemmt náttúrulega á bara fyrsta hring. Já. Þannig að því miður fyrir hann þá var eiginlega bara svolítið þessi æfing, hún fór bara út og glugga svolítið þar. Þetta getur gerst náttúrulega líka í keppnum. Þetta er hann bara að taka þetta út á æfingunum núna. Og kíkjum svo á Ívar. Hann var í slag við Gunna. Þá var eins og hann hefði fengið smá aftanarkeyrslu. Já. Þannig að það er líka svolítið, þannig að þetta er dýrt að vera að lenda ykkur njaski. Og Hannes og Ívar, þeir eru svona fórnarlega með þess allan að núna, með hvað maður bjóst við fyrir keppni. Þetta menn hefur maður haldið ætti að vera svolítið í toppbaráttunni. Já. Og Jónægi er hann næstur, hann er alveg... Já, kíkjum á Jónægi. Hann er alveg 26 sekúndum eftir Ívari og hálfri mínútu á undan Davíð Rúnari. Davíð Rúnar og Gunnar, þeir náttúrulega lentu í samstöðu þarna, hvað var það bara ekki fyrsta hring, sem að þeir skemmtust báðir frekar mikið og þó að hafi verið Davíð Rúnar held ég sem skemmtist meira. Hann fekk vélaskemmt. Já. Þetta er ekki búin að vera góð dag fyrir Team Elko. Nei, ekki þegar það kemur að því að halda bílunum heilum. En þeir áttu þetta að skilafresta ekki? Já, það er stundin. Ekki 20 ára neytendaábyrgð á þessu öllu. Já, en menn hafa ennþá tíma til þess að endurskoða sína bílaákvarðanir. Það er maður sem lítur vel út á æfingum og svo þegar á hólminn er komið þá getur nú margt breyst. Var ekki Jan Tyson sagði hérna everybody has a plan till it get hit in the face. Jú, það var hann. Það er svolítið þannig. Já, hann bendir á þennan illu í spjallinu. Það er alveg geggjað að sjá að sko það var náttúrulega bara sól og blíða þegar við byrjum, en núna er aðeins búið að rökkva. Það er bara að dimma aðeins og allir búin að kveikja ljósin. Þetta er einmitt það sem við töluðum hann í byrjun, að núna erum við með random veðurfar og allt það, þannig að það er aldrei að vita hvernig það fer sko. Þekkja nú ekki hvort að þessi braut sé með rigningu eða ekki? Nei, við gleymdum alveg að tuga það. Við setjum þetta bara... Ég held að sé ekki rigning í boði hér. Nei. Nefnum að kíkja nú hvernig þetta er að þróast.
Það að styttast í baráttur, það bæði 4. sætið að nálgast 3. sætið og 2. sætið að nálgast 1. sætið. Já, ég held að Ragnar muni ekki berjast mikið við hann Jökulinn. Ég held ekki að þessi alveg ljóst að þeir eru á öðru plani. Dekkin hjá Ragnar eru hörð, tiltölulega 1 og Jökull er á medium, tiltölulega 9. Og þegar hann fór út, hann er búinn með 3 hringi. Getur þetta verið rétt að lega mér? Hann er búinn með 3, hann er á 4. hring og medium dekkjum. Þetta er náttúrulega verið stóra spurningin núna, næstu hringi. Ég spáði því að Jökull fari núna fram úr Ragnar. Ég held að Ragnar ætla ekki að vera, þrándur í vegi Jökuls. Já. Mér sýnist það bara að vera kurteislega, já. Jökull bara gat tekið. Það með innri línuna í næstu beygju, þannig að hann er í gott sem komið með þetta. Já, ég held að líka Ragnar bara hefur engan á að vera, hann er bara á sínu. Já, bara Jökull er bara með svo mikið meira grip í dekkinu og hann náði að taka hann að loka beygjuna töluvert hraðar og halda meiri hraði gegnum hann og þar alveg verið með meiri hrað út úr henni, þannig að... Nú þarf bara Ragnar að halda sig í slippinum og reyna að fá eitthvað út úr þessu. Já, hann er farin úr slippinu, sko. Já, hann er farin úr slippinu. Það er líka áhugavert að gerast hérna í baráttunni 3. sætið. Gunni Egga kom með hálfa sekúndu í sekt og er meðan Róbert alveg á hælunum, þannig að hugsanlega gæti Róbert farið fram úr þegar hann tekur út sektina síðar á þessum hring. Já, Róbert er fyrir framan Gunna. Róbert er ekkert á leiðin aftur inn. Allan sem stendur, maður veit ekki hvað gerist þegar Gunni fyrir inn á medium deck, væntanlega. Hann þarf að fara inn. Spurning hvort sem lengi hann þrauk úti og hvort hann fer þá soft í 6 hringi eða hvort hann fara medium í 10 hringi. Eða hvað það er. Hvernig Robby lítur ekki bara dekkinu allt, sjáu hvað þetta lítur vel út í Robert, það er bara 9 hringir eftir. 10 hringir eftir. Hann látin hægja á sér út af sektinni. Já, sjáum það spilast. Já, hann missir náttúrulega endar hann, já, og Róbert skýr sig fram úr. Þarna sér maður alveg svo vel hvað hálfra sekúnda penalty er kannski meir en hálf sekúnda. Sjáum við hérna í bremsukerfið á Porschenum. Sjáum við það var að lýstist upp þegar hann bremsaði. Þetta er mjög fallegt. Keyra inn í rökkvið, allir konum í ljósin á. Gunni fyrir inn. Gunni fyrir bit, já. Við fylgjast með hvað hann fer á. Ef við getum séð það ekki, þó sem við ekki horfa á hann. Sjá, Davíð Rúnar er inn í pitt líka og ég sá að hann Jónægir var inn í pitt á hann líka. Hérna er líka Hannes. Hannes er svolítið að... Já, hann er alltaf kemur fram, hann er komið fram úr. Gunna, sjáu þetta, sjáu hérna, sjáu logandi bremsukerfið. Já. Þetta er æðislegt. Þetta er þessi carbon diskar, þeir að verða alveg sjóðheitir en halda virkninni áfram. Hann er Jökull komið með 5 sekúndur sko á Ragnar og 11 er Ragnar fyrir hann komið með 15 sekúndur en ef hann þarf að fara inn aftur hann þarf ekki að ná öllu 30 sekúndum ef hann fer inn á síðustu 5 hringina og fer á soft þá er hann með 3-4 sekúndur hraðar en Robby þannig að þetta getur verið æsið spennandi. Náði ekki Jökull 10 hringjum á softdekkinu sínu? Nei, það voru ekki bara einhvern 7. Ég man það ekki, það var... Ég held að það er að fara að gerast. Ég reikna með að Jökull fara aftur inn. Það eru minni en 10 hringir eftir núna, þannig að hann getur alveg farið á... Ég held að hann ekki fara að þrauka hérna 8 hringi eins og vinstra framhjólið er farið að líta út núna. Nei, en það sem ég meina er að Ragnar getur farið inn í pitt og hann þarf að fara inn í pitt. Hann er væntanlega á leiðin inn í pitt að hýttur eiginlega var að gerast núna. Þarna fer hann inn. Jó. Og þá fylgist með að hann getur farið á softdekki. Já. Hann getur klára keppnina á soft. Já, og það er alltaf sama með Jökull, hann var alltaf fram að Ragnar, hann gæti gert það sama. Já. Þannig að ég sé fram á mjög spennandi lokar hringi hérna, eins og við vonumst eftir. Þetta er búin að vera bara eins og einhver sagði, þetta er eins og box of chocolates, you never know what you're gonna get. Alls konar stuff í boði hérna. Þetta er ekki búið fyrir þetta búið, sko. Sjáu þetta, þetta er rosalega fallegt að sjá þetta hérna, ljómandi í myrkrinu, bremsukerfið. Diskanir, sjóðir.
Þetta finnst mér líka hérna Hannes. Hann allt í einu bara, við erum ekkert búin að ræða hann eitt mikið. Hannes hérna og Davíð Rúnar beint fyrir aftan, en Davíð Rúnar Hann er hringur fyrir aftan. hring fyrir aftan. Já. Hann að fara fram úr. Hannes hleypir Rúnar bara fram úr. Hann veit að hann er hring fyrir aftan, hann veit greinilega, hann er búinn að átta sig á því að hann er á sennilega betri dekkjum. Hann er væntanlega á medium dekkjum þá. Það er nýjum medium dekkjum, gott grip í gangi. Glænýjum, ok. Þetta var bara það skynsamasta sem Hannes gætt gert. Útskýrir margt. Já, en Róbert er að auka bilið í Hannes, þannig að Hannes virðist ekki vera að draga á hann eins og staðan er. Nei, ok. Er Hannes komin fyrir framann Davíð Rúnar aftur eða? Fær núna penalty. Nei, þetta er eitthvað, hann hefur eitthvað minnst einbeitinguna þarna, þetta er mjög ólíkt honum. Og dekkin eru skítug. Hann þarf að passa sig. Já, hann er búinn að eyða töluvert meiri dekkjum núna heldur en Róbert á Porschenum. Fóruður ekki inn á svipum tíma? Jú. Munnaði 1 eða 2 hringum kannski? Jú. Þannig að Jaguarinn er verri á dekkin. Það get ég fullyrt. Ég var að pröfa að keyra hann. Hann er gríðarlega góður, en hann er ekkert voðalega vingjarnlegur á dekkjaeyðsluna. Nei. Hvernig er nú? Það kom 20 sekúndur hjá hann Jökli. Það eru 6-7 hringir eftir. Hvernig eru dekkin í Jökli? Er hann að fara að tóra þetta? 6 hringi, 6 vollar hring á þessu dekkjum. 20 sekúndur. Já, það er aldrei. Og ég held að Jökull hljóti að þurfa að koma inn. Ég held. Já, ég held það líka. Gefum okkur þetta sé 30, þetta er ennur. Hvaða dekk fór hann Raggi á þarna þegar hann fór inn í pit? Hann fór á medium, hann klárar á medium. Já, ok. Það er nú bara sterkt, þá er hann ekkert að fara aftur inn. Gunn er á medium líka, nýjum, erum komið refsingu. Hann er ekki að vera inn 10 sekundur Ragnar held ég á 6 hringjum. Þannig að núna held ég sé svolítið að mótast línunar hvar menn eru raunverulega. Já, núna er vindáttin búinn að breytast þannig að hún bendir bara beint á beinakaflann, það er mótvindur á beinakaflanum. Á móti kemur aðeins búið að minnka vindur, var hann ekki 4,4 metrar á sekundu þegar við byrjum. En það sem gerist líka er að þá hefur draftið meira að segja. Þegar þú losnar við að vera með mótvindin á mótið. Já, það er góð. Ég verð að segja að þetta fara að líta rosalega vel út fyrir hann Róbert. Já, þetta fara að gera það. Ég held að Jökull verði, já, ég held að ég tekur undir það. En ég er samt spenntur að sjá Jökull taka síðustu 5 hringina á soft því að hann er alveg svakalegur. En hann getur lagt í trafík. Já, hann lendir í trafík. Ég veit að maður reynir bara að klára þetta, en ég bara veit ekki hvort að vinstra framdekið endist það lengi. Ég held ekki. Ég held að leiði mér að finna það. Hann þarf að hvísla rosalega vel til dekkjana sinna ef hann ætlar að láta þau klára þetta. Þetta stendur og fellur með vinstra framdekki. Já, í rauninni, núna er hann kominn á það stig að hann verður bara að fara að ákveða hvort hann ætlar að fara í pit eða ekki. Já. Já, þetta er gríðarlega spennandi. 10 sekundur í Hannes frá og hérna Hannes var aftur aðra. Og það er kannski frekar að Ívar gæti verið að ná Hannesi. Það er rétt rúma 2 sekundur frá Ívar í Hannes. Já, og Hannes er komið með 1 sekundi í penalty. Og Ívar er líka betri dekkjum hundur en Hannes, þannig að Ívar er heldur betur að koma sterkur tilbaka eftir að fóki þar út af þegar hann og Gunnar er eitthvað saman. Já. Ég verð að segja það. Það verður spennandi að fylgjast með þessu, hversu mikið þetta penalty er að fara að kosta Hannes. Það fylgjast með því. 2,5 sekúnda, 2,4 á milli þeirra. Já, nú er nefnilega bremsan sekundu. Það er Jökull fer inn í pit. Hann fer inn í pit, já. Sjáum hérna, það er ekki að spyrja því hvað hann fer á. Hann fer náttúrulega klárlega á soft. Ívar er þá komin líka núna, refsingun er komin í skottið á Hannesi. Og Hannes er bara eitthvað búinn að missa einbeitinguna þegar hann er að gera mjög herðug. Nei. Það er eitthvað, þetta er ekki líkt honum. Nei, þetta er ekki líkt honum Hannes, það er ekki. Það er eitthvað, hann er mistið eitthvað. Hannes, núverandi Íslandsmeistari, þetta er ekki það sem hann var vanur að sjá frá honum. Hann fer inn. Og hann kemur inn í pit. Og Jökull er komin út á soft. Hérna held ég að við erum að horfa núna fram á. Hann er 4 sekúndur fyrir aftan Róbert. Já, þetta.
Já. Hann hefur bara tekið dekk. Já, hann hefur ekki þurft að taka bensín. Hann hefur ekki þurft að láta laga bílinn, ekki þurft að taka bensín, hann bara dekk og hann ætla bara að taka þetta fyrsta sæti tilbaka. Já, þá held ég við erum að... Ég skal segja ykkur það. Þá held ég við erum bara að reka þetta ofan í okkur. Ég held að Jökull sé að fara að pakka þessu saman. Það verður ekki meira þúring en á honum. Þetta lítur rosa vel út fyrir hann 4 hringir og á softdekkjum 9. Það er bara 4 sekúndna munur. Hann er ennþá með hraðasta hring og 39.9 sem gefur okkur vísbendingu hversu hratt hann var að keyra á þessu. Robby er á 33, hann er 34. Þannig að þetta eru 4 sekúndur. Já, og núna er Jökull líka með nánast ekkert bensín, þannig að það er ennþá léttari bílinn hjá honum, þannig að hann ætti jafnvel að geta slegið sinn eigin hraðasta hring. Ég slæði bara föstu að Jökull keppnin er hans að tapa núna. Það er bara svona, það er augljóst. Já, maður var ekki fyrrbúinn að sleppa út úr sér að maður fannst Robby vera í góðri stöðu að það var bara allt í nú. En þarna fekk hann refsingu, hann Jökull. Þetta er ekki samt neitt banabiti fyrir hann Jökull. Já, refsingin tefur hann svona cirka 0,7 til 1 sekundu, þannig að það bara reynir ennþá meira á, en hann er að láta þetta bíl bara hverfa niður, 4 sekundir í byrjun þessara hring. Hann með 4,5 hring að taka þetta niður. Og Robert á ekki sjans á að verjast gegn hann. Nei, það er bara þetta var 1,5. Það er svolítið þannig, Já. Þetta er satt, sjáu hvað þetta er skemmtileg strákar, þetta nýja setup sem verður að gera þetta tímabil alveg einstaklega skemmtilegt og spennandi. Já. Að við vitum raunir ekkert hvaða strategi er best. Já, þú sér að Jökull fer soft, hard, soft. Já. Þannig að það er engin annar búinn að fara á softdeck í þessu reysi og Jökull er að fara á softdecki núna í annað sinn. Hann byrjar á soft, fer á hard, fer á medium og fer á soft. Já, hann tekur fram úr Roberti áður en að þarf að serva þetta penalty. Já, þetta er hann að, svo er og þetta er gert samt með löngu pitstoppi. Sem sagt, það er mjög lang pitleinin. Já. Þannig að, þetta eitt stopp strategi og hard, ég held að það sé bara að kasta út úr gluggann fyrir næsta mánudag. Já, það þarf ekkert að vera. Það fer allt eftir brautinni og akstrinum. Þú sér það að Robert er náttúrulega, hann er núna á einu stoppi á hard. En hann er samt bara í öflugum slag. Það er náttúrulega, það er svo mikið sem hefði getað klikkað, sem hefði getað tafið það mikið á Jökli að hann hefði ekki náð. Já. Þannig að það er líka náttúrulega sjálfsögðu, Jökull byrjaði fremstur. Já. Þannig að hann fær alveg bara hreina braut. Já. Það er engin slagsmál í gangi. Þannig að byrja á soft í slag er kannski heldur, þá er þetta að eyðileggja, þannig er ekki að nýta dekkin. Já, svo er náttúrulega þarna er þetta komið. Og hann er með 3 stopp, hann Jökull. Hann er með soft, hard, medium, soft. Já. Þú sagði þetta. Já, hann medium, Hann er með 3 pitstop. Já, ok, já. Já, hann byrja á soft, svo verður hann hard, svo verður hann medium, svo verður hann soft. Já, auðvitað. Þannig að það er 3 stopp með við 1 stopp. Þetta verður svo mikið veisla í vetur. Já, það er alveg magnað að ná 3 stoppum og samt vinna keppnina. Já. Þetta er alveg æðislegt. Þetta er æði. Þetta er áskrift á frábæra skemmtun í allan vetur. Annar hvern mánudag, annar hvern þriðjudag líka fyrir leiðrudeildirnar. Þetta verður eitthvað. Það þyrfti eiginlega bara að vera frekar einu sinni í viku, eða ekki? Já, eiginlega. 2 viku bara. Ingi, ertu til í það? Til í allt. Já, mengi og ég fæ ekki eins mikið og ég get. Akstur er alltaf hinu góða. Hvernig er staðan með hinnar sætin? Robby með 12 sekúndna forskot á Ragnar. Ragnar er að Ragnar er að koma skemmtulega inn hérna. Hann er að tryggja sig 3. sæti, finnst mér svona með hvernig þið sækir standa. Ég held að, hann Gunni er ekki að vera ná Ragnari. Ég held að staðan í keppninni sem svolítið að negla sig fast niður, það er langt á milli manna og... Við skulum vona það er bara 2,5 hringur eftir. Nákvæmlega. Rosalegt lagg í gangi, segir Hannes. Já, hvert fór Ívar, spurt hérna á spjallinu. Hvert fór Ívar? Það er eins og hann líka, það kom eitthvað greinlega fyrir hjá Ívari. Nei, það var Ívar. Það var Ívar hérna á listanum. Akkur er Danni kominn á listanum? Það er einhver tölvukvíslar. Það er að gerast.
Hvað segir það? Jæja, 2 hringir eftir. 2 hringir eftir. Ragnar að koma óvart hérna. Við vorum ekki að tala hann var svona ofalega mjög lengi. Nei, en hann vantar Ívar. Já, ég veit ekki hvað að segja. Það kannski getur einhver sem að horfa á bara að pröfa að spurja Ívar beint út á chati og láta okkur vita. Þegar við vorum ekki varfið hvað varðum hann. Já, þetta er svolítið sérstakt. Hannes segir að þetta er rosalegt lag, en hérna í útsendingunni þá er þetta alveg bara silki smúð, sko. Ekkert lag í gangi. Hérna er Áti að vera að spyrja hvernig Átiðin er að standa sig. Þú erum eiginlegt að svara til það. Við erum ekki búin að fylgjast kannski nægilega mikið með hvað er að gerast það niður. Þetta er búin að vera svo það spennandi í top 5, top 6. Hann er hérna, næst í 2 mínútum eftir fyrsta manni. Já, við í rauninni vitum ekkert hvað er búið að gerast, hvort að hann sé búinn að lenda í einhverjum slysum eða hvort að hann sé, þetta er kannski bara fyrst skipti sem hann keyrir inn á bíl þess vegna, sko. Við vitum ekki hvernig að það er fyrir hann að keyra inn bíl. Þessi keppni verður náttúrulega að sjálfsög vistuð og við deilum þessari keppni. Er það ekki alveg örugt? Já, við getum alveg gert það, sko. Já, það er formilegt að geta einmitt séð, bara dekkjaðslu og þetta er svona rannsóknarefni fyrir marga. Já. Það er að horfa á þetta á YouTube aftur og aftur. Þú er að hafa saman? Já, en það er náttúrulega, við erum ekki hægt að horfa að fylgjast með öllu bílum, jafn mikið. En þetta er þetta bara held ég komið í hús, já, þetta er bara Jökull er að keyra hérna stórglæsilega 3 pitstop. Það held ég hafi ekki verið í spilanum hjá mörgum. Nei. Að spánum hjá nokkum einasta manni. Þetta er glæsilegt. Þetta opnar augun hjá manni fyrir því að það er alveg hægt að... Og Robby á einu stoppi, það er líka, það kom svolítið óvart. Ég held að allir myndi vera að minnstakosti á 2. Kíkir nú yfir á hann Jökull líka og... hann kemur lína, hann rennir yfir þetta. Gunni, hann er ekki mikið til dekkjanum, hann klárar þetta sjálfsögðu samt. Hannes, ég veit ekki, hann er náttúrulega að pröfa nýjan bíl, Jaguarinn, og maður veit ekki hvort að það standi við það. Jökull, já. Hann er núna að koma henni yfir mark, þetta er búin að vera frábær keppni. Á síðustu dropunum. Og hann er ekkert að slá á. Það kom í mark sko með 14 sekúndna forskot. Það er rosalega athyglisvert líka að sjá það að fyrsta sæti 3 pitstop, annars sæti 1 pitstop. Já. Þetta rosalega... Þessi hefði maður ekki spáð fyrir. Nei, þetta er verðið. Mér finnst þetta svo mikið krydd, bara að þetta skulle vera svona. Hérna er Róbert að koma inn, glæsilegur akstur hjá hann í dag, glæsilegur. Ragnar engu síður. Hann var mjög stabíll hann Ragnar. Hann læddist fyrst mér svolítið hann í 3. sæti. Með bara mjög góðum og traustum akstri. Ekki svolítið sammála þýstakar. Hann var aldrei að blanda sér toppáratuna. En hann gerir engin mistök. Sem skilar hann bara í frábæru. Hann er komin að það er á pótíum sæti. Við erum að tala að við erum með Benz í 1. sæti, Porsche í 2. sæti, Benz í 3. sæti og Subaru í 4. sæti, Jaguar í 5. sæti. Þetta er allt öðru sem gritt heldur en við erum vanir að sjá. Fallegt, Audi þetta var í fallegt. 7. og Supra, Toyota í 7. Þetta, já, nóg af bílategundum hér í gangi. Já. Þá er það bara Gunnar eftir. Kemur á Subaru-unum sínum hérna í seinustu 2 beygirnar. Sér einhver Ívar hann einhverstaðar en á Hann segir hann hafi verið tekinn út 2 sinnum. Þannig að hann hefur væntanlega lent í einhverju og verið tekinn út og sennilega bara sagt sig úr keppni eftir það. Já, þetta er núna bara æfingarkeppni. Nei, heyrðu. Ó, glæsilegt! Íttaði svo hringinn maður. Nei, hring. Þarna. Já, vel að skemmt. Vel að skemmt þetta. Rétt á þetta klárast. Skríður í mark. Já, þetta er þetta. Ég má gleyma þessu. Við ekki þetta núna í lýsingunum. Þetta þurfa að æfa ykkur í að nota. Já, akkurat.
En þannig fór nú sú keppni, en það er spurning af hvernig hún klárast ekki. Ætlaði að segja út af því að leikurinn heldur að ég sé inn á braut, eða? Ég var einmitt að fara að segja það, ætli þess ekki verið að býða til þér, Danni. Já, það er spurning. Það er ekki einu sinni kominn countdown timer til þess að klára keppnina. Nei, þetta er sérstakt. Já, heyrðu. Það var kannski útsett með að það sé að vista keppnina. Allir byrja hana. Af hverju er þetta ekki byrjað að telja niður? Vanalega sér maður einhvern teljara sem telur niður hvað er mikið eftir að keppninni. Þegar að fyrsti er hvar er mark. Já, það er rétt. Herru, þarna klárast þetta. Jæja. Þetta hafðist. Það hafðist. 34 hringir á Katalónia, no chicane. Þetta var frábær æfing, strákar. Já, og margt til að hugsa eftir þessa keppni, sko. Algjörlega. Algjörlega. Þetta verður það sem ég hef í rauninni mestar áhyggjur af eftir þessa útsendingu er að við erum ekki með qualifying. Við getum ekki stilt upp random eða gridinu, þannig ef við lendum í því að einhver er búinn að setjast upp hvernig reysið á að verða og þurfum síðan að allir þurfa að fara í exit og aftur inn, sko, þá getum við lent í vandræðum. Já, og líka hvernig það er ekki hægt að raða á pit. Já, það er ekki hægt að raða upp gridinu. En ég held samt að þóttu að þú ferð ekki út úr lobbyinu og að þú cancelar entry, þá held samt tímiðin inni. Ég er nefnilega búinn að vera ofta að keyra í lobby, cancela entry, skipta bíl, fer aftur inn og tíminn helst inni. Já, meinar. Já, hann alltaf gerði það ekki áðan að því að við gerum nýtt lobby, en að þú gerir bara cancel entry og fer aftur, þá eiga tímanir að haldast eftir því sem ég best veit. En strákar, ef við ekki segja þetta svo gott í bili með útsendinguna? Jú, þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða fyrir fyrstu official keppnina. Já, við skulum hérna bara, ég bara vil þakka fyrir mig. Já, takk svo leiðis. Já, og Ingi, takk fyrir að koma með okkur í þetta. Takk fyrir samveruna, strákar. Takk fyrir þá sem, takk til þeirra sem fylgdust með og tóku þátt að sjálfsögðu og takk fyrir ábendingarnar í chatinu. Okkur hlakkaði mikið til næsta mánudags. Sjáumst á mánudaginn.